Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Þórhall Sigurðsson eða Ladda þekkjum við öll, aðallega í gervi og þá þessum gervum hér. Ég dái doktor Sigurður. Það er óseint að byrgja brunninn þegar barnið er farið í skólan. Þú er lóntir hérna, ekki frá mér. Veistu hvað ég er? Nei! Já, Laddi sem er orðinn 72 ára hefur leikið fjölmörg hlutverk en einnig sungið. Hér er ég, hvar er þú? Ég er að leita að fer nú. Færri vita þó að hann er jafngóður myndlistamaður og hann er leikari og söngvari og á morgun heldur hann sýningu. Laddi, ég vissi að þú væri sniðugur og skemmtilegur, en ekki vissi að þú væri svona flottur málari. Nei, ég vissi ekki heldur. Já, sjáu þessar. Og við þetta hefur hann verið að fást við í rúman áratug og eiginlega enginn vissi neitt. Ég hef alltaf verið skýrs eitthvað og ekkert safnað því hendi, sko. Ég fór í myndlistarhandíðaskólann, sko, og eitthvað 71 eða 2, ég maður ekki, og fór á kvöldnámskeið í teikningum og ætlaði svo að halda áfram í myndlistarskólanum. Já, þetta var draumurinn. Laddi ætlaði alltaf að verða myndlistarmaður. Grínið átti aldrei að verða aðalstarf. En þá verður við allt í einu bara óbúslega vinsælir skemmtikraftar, ég og Halli. Þannig að ég mátti ekkert vera að þessu. Nei. Sem betur fer beið hann með annað en að leika, því annars hefði þessir karakterar ekki orðið til og skemmt okkur í áraraðir. Þú sagði við mig áðan að þú kallir verkin ekki neitt fólki sem að kaupir þessar myndi, þar fær bara að skýra þér, fyrir utan hann Geira. Já, það er þessi hérna, fjármála Geiri. Hann er svona greinilega útrásarvíkingur, hann er í bleikri skyrtu og svona, það er svona eitthvað svona bankahurð þarna bak við hann. Já. Það eru margar svipaðar en svo er svona smá útúrdúr. Það er til dæmis Picasso-myndin þarna og talandi aðrar áttir. Já, þarna er ég aðeins að brjóta mig út úr til að fara einhverja aðra átt líka. Já, hún er öðruvísi en þessar líflegu myndir sem ekki eru þó grínmyndir, segir Laddi. Ég var að spekulera því sjálfur að fólk myndi búast við kannski einhverjum grínmyndum en mér finnst þetta ekki vera grín. Nei. Þetta eru alvöru persónur bara sem eru til en sjást það kannski ekki daglega. Þetta eru álfar úr Helliskerði, hrauninu úr Hafnarfirði, þar sem Laddi lék sér þegar hann var lítill. Og þá svona fannst maður alltaf að sjá álfa en maður sá það ekki beint. Þetta eru þeir. Þetta eru þeir. Laddi segir að tími hans sé kominn, tími hans og álfana. Ég held að þegar maður hefur svona þroskast, ég hugsa ég hafi aldrei teiknað þessar myndir ef ég byrjað miklu fyrr. Laddi hefur gert fjölmarga hluti í gegnum tíðina og hann á erfitt með að velja skemmtilegasta tímabilið, en segir þó að það var mjög gaman þegar við vorum í sjónvarpinu. Þar byrjaði þetta náttúrulega allt saman. Ég var að vinna í sjónvarpinu og við Halli. Og þegar þetta var alltaf við vorum að byrja að koma fram í sjónvarpinu og svona, það var svolítið skemmtileg tegundir svona. Ég vildi væri tóutyrningur. Ég vildi væri tóutyrningur. Áttu uppáhalds karaktera, þegar þú átt náttúrulega milljón karaktera? Já, þeir eru nokkuð margir. Já, ég á það nú reyndar sko og svona uppáhalds karakterin er náttúrulega Eiríkur Fjalar sem er kannski svona hinn hliðin á mér sjálfur. Hvað erindi áttu hingað? Já, bara ég ætlaði svona kannski að bara þú veist tala við Magga sko, það er sterkasti mann í heimi sko. Já. Bara aðtökust hann þyrði sko og svona komið smá keppni sko. Svona langaði að vera gítarleikari og frægur og allt þetta og það var svolítið í mér líka. Já. En hvað með, ég held að margir hugsi samt Elsa Lund þegar menn hugsa karakter? Já, nei, ekki eins og Eiríkur sko. Ekki eins og Eiríkur? Nei. Þykir vænt hann? Mér þykir vænt hann. Nú alls ekki frá okkur í drósinni. En svo eftir því koma þau náttúrulega, sko eins og Saxi Læknir sem var náttúrulega fyrsti karakterinn sem var til. Góðan dag, doktor Sigurður. Elsa Lund, Skúli Ræverki og Mói Gallir sem syngur Austurstræti. Ég er í Austurstræti snara slétt og strauga skónum með brosófur og tyggigúmmí í munninum. Þannig að þau eru þarna svona. Svo eru Magnús og Eyjólfur náttúrulega óborganlegir. Já, Magnús náttúrulega, hann er í uppáhaldi líka. Hann er svona
Já, 1 af 10. Já. Eru þetta allt karakterar sem eru hluti af þér? Já, sko, Elsa er alveg pottet kvenhlutin af mér og Dengsi er svona, hann er svolítið sambland af afa mínum og frænda mínum sem úr Hafnarfirði. Frændi minn sem var kallaður Óli Grall, hann var svona grallari, hann var svona grínistinn í fjölskyldunni áður en við Halli byrjuðum. Já. Og hann, ég var nefnilega átt bróður sem hét Hemmi, Hermóður, og hann sagði þetta svo oft við okkur, jæja liti minn, eða jæja Hemmi minn, og þá kom þetta með Dengsa, sko. Því hann talaði svona við okkur, jæja liti minn, ekki allt í lagi. En var einhver með hérna Elsu Lund Guð setninguna? Já, næstum því. Hún vann í sjónvarpinu, Rósa Ingóls. Já. Já, hún sagði trulli minn. Ekki göfuð, en breytti því það. En þetta er svolítið frá henni, sko. Það er alltaf fyrirmyndir að öllu. Ekki öllum, en þessi tvö allavega. Svona. Hvað er? Og síðasti karakterinn er enn ekki fæddur. Nei, það kom nýr karakter núna í apríl út á Spáni sem Gulli golfari eða Gulli Töðari. Og ég frumflutti hann út á Spáni sem hann töðaði mikið. Getur þú sýnt okkur smá? Þetta er ljóta helvítisvitinn, þetta golfana. Þetta er alveg, hvaða æfingar eru þetta? Fullt af trjám út allt, maður getur ekki spila golf. Var golfið fundið út í skógi eða hvað? Þetta er Gulli Töðari og golfari. Og golfari, já. Stundum þegar þú ert inn í einhverjum hópi og sérðu áhugaverða karaktera, langaði þá að búa til nýjan karakter? Já. Þetta er bara nákvæmlega eins og í gamla daga þegar ég var labbað niður Laugaveginn og sá eitthvað sem labbaði eitthvað einkennilega, þá sneri ég við á eldan og bara tók upp ganginn og svo bara var hann kominn inn í geymsluna bara. Svo einhvern tíma seinna og veit ég ekkert það, kannski var það Skúli Rafverki eða ykkur, sko, en það var bara til banki á alls konar göngulagi og ykkurum og hérna, og þetta er ennþá svolítið í dag. Fólk í dvala og fóseríki þarf að ala. Er einhver draumaverkefni sem þú hugsa bara, þetta kemur? Nei, ég held að þetta sé, sko, draumaverkefni. Það er málaralistinn og ég ætla bara að læra meira. Ég er ákveðinn í því að læra meira að mála. Ég kann ekkert að mála, sko, í raun og veru. Nei, raun ekki. Ég kann aðeins að teikna og... Þrællélegur í raun. Já, ég veit það ekki. Nei, ég er nú að lagast, sko. Ég held að þú sé bara mjög góður. Já, þakka þér fyrir. En ég heyrði daginn að þú ættir í raun eitt verkefni eftir og það tengdist í jarðaförinni þinni. Kannastu við þessa sögu? Já, ég kannast við hana, já. Komdu aðeins með hana. Já, þú meinar það þegar ég verð jarðaður. Já. Þá verða minnst ástu 50 eða 60 manns þetta verður fjöldagröf. Og þetta verður bara algjör skemmtun, sko, bara. Þetta verður algjör skemmtun? Já, það var svona hugmyndin, bara allir karakterarnir sem verið að jarða líka. Að þeir verða þarna, að við myndaðum öllum utan á kistunni, hring og svo koma þeir upp á tjaldi bara og þetta verður bara svona kveðju skemmtun. En það er svo langt í það, sko. Já, en verður ekki að taka þetta upp sjálfur og sýna sér? Jú, ég verða undirbúið. Og að lokum þetta. Þú ert þekktur fyrir að vera feiminn. Ég heldur þetta að það sé svolítið hefur verið mikið að breyta svona með árunum, eða ekki? Já, hann er örlítið, sem betur verið. Já, en þú hefur notað listina einmitt til að tjá þig. Já. Hvað ert að tjá þig hér? Já, bara, ég bara eiginlega veit það ekki, sko. Það er bara einhvern veginn, þetta er bara einhver þörf að tjá sig og það eru ennþá karakterar, sko. Þetta eru náttúrulega karakterar og ég veit að þeir eiga eftir að breytast. Þessir þróast í eitthvað annað, en það verða alltaf karakterar, það er alveg klárt. Og það er, sko, ég sé allavega gleði, húmor og drama í þessu öllu saman. Já. Rétt skilið? Það er alveg rétt skilið. Eða er það bara hver og einn sem bara... Já, líka, sko, en auðvitað er það maður sér svona drama í sömum, sko. Það er mikil drama í fjármálageira, sko. Já. Fjármálageiri, þetta er mjög gott. Já. En sýningin byrjar á morgun, föstudag. Já.
hér í smiðjunni. Klukkan 8, já. Klukkan 8. Já. Allir velkomnir. Jep. Léttar veitingar. Já, já. Ef það er eitthvað til að trekka. Það trekkir alltaf að. Já, já. Laddi, geggjaðar myndir hjá þér. Gaman að hitta þig. Takk. Gangi vel. Takk. Nú Ísland í dag verður þó ekki lengra hjá okkur í kvöld. Þangað til á morgun, verið þið sæl.